Nú fjöllum við mikilvægt markgildi. Og það getum við sett fram svona að 1 plus 1 á móti n, veldinu n, og hér tökum við n sem talningar. Þetta stefnir á töluna 2, 7, 1, 8, 2, 8, 1, 8, 2, 8, 45, 90 og þetta óræð tala þegar n stefnir á plús og óendanlegt. Þessi tala hér hin mikilvægasta óræða talan í allri stærðfræði. Hún hefur frátekið nafn, kölluð e, og ég skulum bara skrifa þetta aftur, 2,7, það 1, 8, 2, 8, 1, 8, 2, 8, 45, 90. E og pi eru mikilvægastu óræða tölunar í stærðfræði greiningu. Hvernig tengist þetta því sem vorum að gera? Við getum alveg litið á þetta þannig að við séum 1 krónu og við ávöxtum hana hérna með 100% ávöxtum og svo erum við alltaf að fjölga uppreikni tímabilinum á ári, kannski eitthvað svona. En það var sem sagt Jakob Bernoulli, skulum kannski aðeins líta bara Matla Battur, eldri bróðir hans. Daniel sem var þarna þaðan, hann Jakob. Ég hreinsa. Og á þetta bara lánað. N jafnt og 12 og svo þarna einhver tími líka. T jafnt og þau vorum við með. En nú skulum kannski bara losa okkur við R-ið. Kannski ekki hann áhuga á því alveg strax. Bara 1. Og smálega vera en það kannski bara þvælist fyrir. Við vorum að skoða þetta hér. Já, það sem við erum með þetta hér. Við erum að segja að þetta hérna markgildi sem er mikilvægt. Og við getum bara margvalda með F0 og eftir. Því að skipta og kallum þess að tölu L. Og þegar við reiknum þá fáum við 2,6130 og ef við setjum þetta kannski upp í miljard. Þá fáum við 2,718, já, hún kannski ekkert, það að segja, MATLAB gerir hér í raun og veru afrúningsskekkju. Að við fáum betri niðurstöður fyrir til dæmis bara í 10,5. 2,718, 2,28. Þannig það er svona ágætt að vita því. Að stundum þarf að búa þetta til smátt og smátt, 7,1828. Í lagi. En það er þetta að stilla MATLAB af þannig að hún gefur betri niðurstöður. En það sem að Jakob sá var að ef við erum með mjög stóra tölur, en til dæmis 10.000, hún að skipta árinu upp í 10.000 tímabil og setjum T hér, og tími. Þá fáum við náttúrulega bara þessa tölu hér í þriðja veldi. En stóra og merkilega uppgötvunin var þessi að, og bara við þetta, að það má líka setja, ekki mjög eftir þessu, T hér. Og spyr maður hvað er svona merkilegt við það. Það skiptir ekki máli hvort að T hérna eða hvort að T hér þegar N stefnir á óendanlegt. Og þá skulum við kíkja aðeins á ástæðuna fyrir því þetta sömuleyti breytti möguleikum okkar í stærðfræði. Því að það er ekkert mál að margfalda upp á svigum ef veldisvísirinn er heiltala eða talning. Við erum bara að skoða dæmi. Það er ekkert erfitt að gera eitthvað svona 1 plus x í veldinu n ef að n er til dæmis bara náttúrulega tala.
til dæmis 1 plus x í veldinu 2, bara 1 plus 2x plus x í öðru. Ef við viljum reikna 1 plus x í fjórða veldi, þá eigum við eftir að taka fyrir víkverkefni tvíliðuregluna og þá getum við notað þetta sem kallað Pask-nýtingurinn. 1 plus 3 eru 4, horfið upp, 3 plus 3 eru 6, 3 plus 1 eru 4, svo 1 hérna. Þannig ég get reiknað 1 plus x í fjórða, svo horfið ég á stöðluna, ég þarf að hafa 1, það x, 7, x í þriðja og x í fjórða því markandum og svígum, sett plusinn alls staðar, svo horfið ég á þessar tölur hér. 1, 4, 6, 4, 1, set þar inn. 1 kominn, 4, 6, 4 og 1. Fínt hvernig átti að reikna 1 plus x í veldinu hálfur til dæmis? Jú, Newton fann út úr því og við tölum það líka. Fyrstu 2 liðirnir víkuð tvíliðuregla verða 1 plus hálft x og svo heldur þetta áfram að verða veldaröð. En hvernig á að reikna 1 plus x í veldinu í? Við höfum í rauninni ekki hugmynd það. Hvað erum við að gera? 1 plus x sinnum 1 plus x plus 1 sinnum x, þá komið 3 svar. Sinnum hvað? Óræð tala. Hvað kemur svo eftir pi? Það 3,14. 1, 5, 9 og svo framvís. Hvernig setjum við töluna í þetta veldi eða svigan allan? Það hérna með þessari hérna uppgötvun sem hægt að reikna. Og þá spyrjum við nú hvernig. Þá búið til fall, það heitir bara veldisvísi fallið x af x og það svona. 1 plus x og hér n og hér n og við setjum með nógu góð gildi í reiknivélina. Það þetta svo kallaða markgildi, x bara einhver rauntala. Svona. Þetta fall heitir exp. Svo erum við búin að reikna á þann að við erum ekki með x-ið, heldur bara 1. Og þá fáum við, þegar n stefnir á plus óendanlegt, þá fáum við 1 plus 1 á móti n. Veldinu n. Og þetta tala sem þá líka sett inn í reiknivélina. Það kannski hafa hana undan. Og ef þetta nú sett í x-ta veldi, svona, þá gefur þessi athugun okkar áðan að þetta verður 1 plus x í veldinu n. En sjáu því, nú getum við reiknað. Við bara margveldum upp á svígum n sinnum og það fræðilega hægt. Meðan það að ætla að reikna upp úr svígum hér, ef við horfum bara á þennan hérna hluta. 1 plus 1 á móti n allt í veldinu n og það sinnum x, eitthvað í veldinu n x, n sinnum pi til dæmis. Það ekki hægt, það þarf að fara þessa leið til þess. En hérna margveldum bara upp úr svígum og við fáum góða niðurstöðu við. Setjum bara n í veldið 100. Þar með getur Daniel reiknað ársvextina sín og allt annan hátt. Við skulum þá skoða. Finnum þá Daniel, hann hér. Og skulum sjá, það var tíminn var 3 ár, þetta var 12% og þetta var 25.000 til að slökka þess á þessu. Og líka þessu hér,
Enjant og 1, við höfum ekki ákváða þessu lengur. Og hverju höfum við áhuga á? Svona. Til leið, Enjant og 12. Og hérna fær hann, já, ég þarf að færa komin eftir 4, þetta er 35.769. Hérna, til og með 10.000. En horfið nú á þetta hér. Þetta hérna, við látum ennið stefna á einhverja mjög stóra tölu og hann fylgir ráði bróður síns og setur tíð bara hingað hjá R-inu, inn í svigan. En þá má hann skrifa exp, setur sem sagt, þetta var R-ið og setur tíðangað líka. Og það vantar náttúrulega höfuðstólinn, en þetta er þá 1,433 eitthvað. Og svo setur hann F0 þarna. Svo kallar hann þetta eitthvað annað, bara þægileg leið, FF. Og er þetta eitthvað svipað. Þetta er 3,58, hér góðu 3,57 en hér var nú árinu bara skipt upp í 12, það voru ekki að tala um að 100. Það er gott í allir svona hagnýtingu og við sjáum að þetta eru, já, 358 hér og 358 hérna. Og það er svo sem ekki, þetta er að taka fleiri tölur. Við sjáum að það er eðlilegt og þægilegt að skilgreina svokallaða samfellda vexti. Það er það sem að þetta hérna verður. Það er bara mikið auðveldara að reikna. Og veldareglurnar gefa af því að það má líka skrifa þetta sem, það er bara hérna fyrir aftan, það er svo maður gera á það, þetta er bara eitthvað tala. Það kom líka í ljós. Þannig að það er gott þegar við viljum að reikna RT. Nú getum við að nota veldareglur til þess að smíða reglurnar fyrir þetta hérna fall sem heitir síðan veldisvísi fallið, sem er mjög marga og mikilvæga eiginleika. Og þessi tala þarna það er þegar maður setur 1 inn í veldisvísi fallið, er kölluð og það er grunntala svokallaðs náttúrulegs logra. Hann er táknaður í MATLAB með log. Log af er 1, en 10 logrin af er 0,4344294. Það er þetta síðasta sem skrifaði þýðir að 10 í veldinu 0,4344294 eða 45, svo nokkuð daginn. Það ætti að vera þessi tala Þetta er svona sambandið. Það var ágætt að fá þetta svona í puttana. Þá skulum við láta umfjöllunina sem að tók svolítinn tíma af því þetta er náttúrulega óskaplega mikilvægt fall. Þá skulum við láta þetta komið og tölum svo kannski næst aðeins hvernig við notum veldareglurnar til þess að smíða reglur fyrir veldisvísifallið og svo tölum við logra.